þá komið að því að Heiðar Ingiberg og þann hluta ætlar Valmundur Valmundsson, formaður Sjómannasambands Íslands, að sjá Ingibergur vel að þessu komin, gjörðu svo vel Valmundur, en aðeins áður ég sá Rósa kom með blómvönd, hvort að hún vill koma upp á eftir, þá það bara velkomið. Ekki neitt svoleiðis. Ok, Valmundur, sviðið þitt, gjörðu svo vel. Takk fyrir, Gúbur. Já, árið byrja þá ég hér fyrir hönd Sjómannadagsráðs Vestmannaeyja í þessu hófi hjá okkur sem frábært. En Sjómannadagsráð Vestmannaeyja í eigu skipstjóra Stýrimannafélags Verðandi, Vélstjórafélags Vestmannaeyja gamla og Jötul Sjómannafélags. Þeir eru eigendur lögmæltir Sjómannadagsráðs Vestmannaeyja. En Ingibergur Óskarsson, hann hefur unnið mikið og óeigingjarnt starf við skráningu þeirra sem fóru siglandi, fljúgandi, og ég held að enginn hafi nú siglt yfir, hverju einn, og skráði þetta allt saman niður. Fyrir 52 árum þetta skil, hvaða bátar og skip komu þarna við sögu, áhafnir þeirra og annað slíkt, myndir og sögur og allt það. Og öll þessi heimildavinna sem hefur verið unnin hérna, hún náttúrulega afleitt til háborna fyrirmyndir. Og mér finnst að þegar ég að skoða vefinn, bæði heimaslóð og nýja vefinn hans Ingibergs 1973 allir í bátana. Það útrúlega gaman og gefandi að skoða þennan vef og fara yfir allar þessar sögur sem búið skráðar, sérstaklega þar ég mikið gaman að sögum eins og Ási Friðriks og skrifa svolítið mikið að niður líka. Og mér langar að segja ykkur eina sögu af gosinu í Vestmannaeyjum sem að skeiði norður á Siglufirði. Það er vegna þess að, já, Óskar og Háverði segði alltaf það er alltaf tími fyrir eina sögu Þannig að ég held maður láta bara vaða. En hvað mér persónulega varðar þessa nótt, þá var það eins og gerst það í gær, 23. janúar 1973. Þá var ég 11 ára gamall og ég bjó hjá ömmu minni og afa á Siglufirði, alveg upp með þeim. 5-leytið þennan morgun, þá vaknaði ég þegar amma gamla komin á stjá í eldhúsinu. Farin að skerpa könnunni, sem hún gerði að mótna þegar hún fór fram úr, en ekki svona snemma. Og búin að kveikja á viðtækinu, eða útvarpinu. Það munið það að það var ekkert útvarpið á nóttunni þennan tíð, en það heyrðist í útvarpinu klukkan 5 á morgun. Mér þótti það nú svolítið skrítið og ég fer fram í eldhús til ömmu gömlu og þá heyri ég í útvarpinu og hún segir það sem byrjaði að gjósa í heima. Hún átti nefnilega 4 dætur í Eyjum á þessum tíma. En þá voru þær Stína og Koli, hans Gauja, Koli, Bidda hans Baldur Sigúanó, Ásta hans Svenna vörubílstjóra og Eygló hans Bedda Smiðs. Þær bjuggu hérna allar með sína fjölskyldur og auðvitað hafði gamla konan mikil áhyggjur af öll saman. Hún nefnilega dreymdi yfirleitt fyrir svona atburðum í fjölskyldunni og hún hafði vaknað við vondan draum þessa nótt. Þess vegna fór hún niður. Og fyrsta sem hún gerði þegar hún kom niður í eldhús, það var að kveikja útvarpinu. Á þess að hafa hugmynd af hverju hún gerði það, því klukkan var verða 5. Þá var ekkert útvarpið, hún kveikti samt. Þannig að, og við fylgdum náttúrulega með fram á dag í fjölskyldunni og langt fram yfir hádegi áður en að þau fengu fréttir af því að allir varu komnir heilir til hafnar. Og þannig að það eru sögur víða, ekki bara hérna í Eyjum, þetta út allt. Og Hörður og Koli, frændi minn, hann er 3 árum eldri en ég. Hann hefur verið 15 ára líklega, já. Hann var sendur upp til að ræsa Óla bróður sinn á Koli þegar byrjaði að gjósa. Og Höddi hann stamaði á þessum tíma. Og byrjaði við eitthvað og Óli segir, Höddi minn, syngdu bara
og Hörður byrjaði það byrjað að gjósa. Þá kom það upp úr honum, sko. Það fullt af sögum sem maður búinn að heyra í fjölskyldunni sinni alveg lengi. Það ekki allir sögur. En á þessu sögðu þá ætti ég að fara að koma að heiðursmanni dagsins. Þakkir Ingibergur fyrir þína fallegu og mikilvægu vinnu við skráningu þessara upplýsinga og öflun efnis á síðuna 1973 allir í bátana. Og það ekkert sjálfgefið að einstaklingar eins og þú, eða einstaklingur eins og þú, taki að sér þessa vinnu sem þetta hefur orðið. Mér finnst það sýnt ótrúlega þolinmæði og þrautseigju, segja líka allir sem það til þekkja. Og eftir að hafa skoðað hvað liggur á baki þá tek ég heils hugar undir með öllum þeim sem segja það. Og það líka ótrúlegt að sé komið í þennan farveg sem þetta núna. Þeim svo ekki sannarlega ekki fysjað saman afkomendum Óskars Matt og Anna Þóru. Ég þekki það nú líka aðeins líka sjálfur. Hvar sem þau og þeirra afkomendur koma við sögu þá sér maður mikið dugnað og elju sem einkennir þau og allan þeirra ætt boga. Það mikil heiður fyrir hönd sjómannadagsráðs Vestmannaeyja að afhenda þér þessa viðurkenningu sem þakklætisvott sjómanna í Vestmannaeyjum fyrir þitt óeigingjarna og vel svo frambærilega brautryðjendastarf til að þessi hluti af sögunni brottflutning heils bæjarfélags á einni nóttu glatist ekki, heldur geymist og verði til fyrir komandi kynslóðir þeim til fróðleiks og upprifjunar. Þessi saga má alls ekki glatast né gleymast. Og svo segi ég eins og Einari Bendel, komdu nú hérna Ingibergur nú. En, á skildinum stendur, Vestmannaeyjum 23. janúar 2025. Kæri Ingibergur Óskarsson, sjómannadagsráð Vestmannaeyja þakkar þér fyrir ómetanlegt framlag þitt til verkefnisins 1973 allir í bátana. Liðu heill og njóttu vel. Takk fyrir mig. Það hérna það má ekki byrja á að þakka bara konunni fyrir að þess að þolinmæði að hafa mig fram á tölvuna. Það var nú fyrstu árun sem var í þessu að drógu mér til tenni til að draga mér á tölvunni. Það tók ekki betur við að við vorum á hótel og það voru þrjú íslensk pör og við vorum út á sólbeknum og ég sagði við konuna næst ef komin að labba hérna frá okkur þá ætla ég að spyrja þetta spurningar. Nú, hvað það sem sagði konan? Ég ætla að spyrja þau hvað það voru 23. janúar 1973. Konan bara kallaði nafnið mitt Ingibergur og hristi hausinn. Nema svo leið að því að fólki kom þarna og hún sá að ég var sestur upp þannig að hún settist líka upp og passaði að var undan að ná tali. En það endaði með því að talið endaði hérna kringum gosið og þá kom í ljós að ein konan, hún tók á móti fjölskyldu nóttina. Tengdaforeldrar hennar komu og gistu hjá þeim og mágkona hennar þrjár, þetta var tengdadóttir Óla Oddgeirs. En Hlynur og Hjörtur voru eftir í björgunarstörf. En takk fyrir mig í bili.